Þetta tengist nú allt saman en við ætlum ekki að tala efnahagsmál beinlínis en við heldur gildismat, áherslur, það sem að þjóðin að hugsa og það sem henni finnst og tilfinningar hennar. Hingað er komið Bjarni Snæbjörn Jónsson, hagfræðingur sem starfar hjá því merka fyrirtæki Capacent. Bjarni, þið hefði verið að gera könnun eftir sérstökum aðferðum sem að beinlínis miðað við það að leiða í ljós gildismat og áherslur þjóða. Þú kannski skýrir fyrst út fyrir mig í hverju þetta er fólgin, þessi aðferð. Já, hún er sett fram af manni sem heitir Richard Barrett og hefur þróað þetta síðan 1997 og hefur verið notuð í fyrirtækjum til að byrja með, það er að segja að meta hvernig svona samsvörun á milli þess sem er í gangi í umhverfinu og þess sem að fólk svona er að sækjast eftir og þar að leiðandi virkjar það, má segja. Og síðan hefur þetta verið yfirfært á samfélög og það sem hann gerir það að hann mælir, hann kallar það gildi en ég held að það sé kannski réttar að kalla þetta áherslur, einkenni. Að hann mælir, það er mælt svona tiltekin áhersla með því að fólk velur orð sem að lýsir annarkvort lífskoðun eða hegðun eða einhverju þess áttar. Og síðan það raunverulega bara kannað hversu margir velja hvaða orð getum við sagt til þess að lýsa svona gefa vísbendingum hvernig svona fólk annars vegar vill lýsa sjálfu sér og hins vegar vill lýsa því sem það er að upplifa í umhverfinu og svo í þriðja lagi hvernig það vill lýsa því sem það vildi gjarnan sjá í umhverfinu. Það lýsir því sjálfsmynd sinni, hvernig það upplifir samfélagið og hvernig það vildi að samfélagið væri. Eða væri taldi æskilegt að samfélagið væri. Já. Það er mikilvægt sko að þegar maður lýsir sjálfum sér þá það gjarnan eins og maður vill vera. Það er kannski ekki alveg rétt og raunsönn mynd. Vegna þess að niðurstaðan af því sem að maður er síðan að upplifa að sumuleyti afleiðing af hugarfari mann sjálfs og annarra. Við skulum kíkja á fyrstu skýringamyndina sem við höfum við þetta. Já, þarna setur hann upp sem sagt í mismunandi stig, það er þarna þetta er eins og stundaglas í laginu. Fyrst bara til að útskýra mjög stutt að neðsti þríhyrningurinn neðsta stigið eða fyrsta stigið snýst afkomu í víðum skilningi, það er fjárhagslegt öryggi, öryggisnet samfélagsins og svo framvegis. Annað snýst svona tengsl, það er gjarnan fjölskylda og önnur tengsl sem að maður er með. Þriðja síðan svona sjálfsmynd sem að snýst mikið og í þjóðfélagum snýst mikið bara hvernig það virkar sem slíkt, gæðamál og annað þess áttar. Fjórða stigið síðan svona þroski, persónulegur þroski samfélaga og fimmta stigið er svona samsvörun eða það að vera hluti af stærri heild og svo framvegis. Og síðan það sjötta að gera gagn, má segja. Og vera hluti af svona alþjóðlegu samhengi og sjöunda er svona þegar maður er komin lengst þá er það bara þjónusta við mannkyn getum við sagt. Já, þannig að sko það sem er fyrir neðan hringinn eru svona einstaklingshyggjumiðuð og sjálfmiðuð gildi. Já, það er það gjarnan, þau snúa manni sjálfum, afkomu manns tengslum og svona hvernig maður upplifir sjálfum sig. Og það í miðjunni Miðjun er svona þroska þegar maður er svona að uppgötva stærra samhengi má segja, læra á það sem er í kringum mann og fungera í því umhverfi sem maður er í. Og það sem er fyrir ofan það eru þessi svona samhygð, samhjálp, samfélag. Já, það má segja það er svona tilfinningi sem kemur þá til tilfinning fyrir stærra samhengi. Og maður sjá, nú getum við þá kíkt á niðurstöðurnar. Samkvæmt þessum skýringum. Ef við fáum skýringamynd. Já, það sem að kannski áður ég skýri þetta að það sem að persónulega fólk vildi standa fyrir svona þeir flestir í þessari könnun sem var gerð með tölfræðilegu úrtaki. Það voru hlutir eins og fjárhagslegt öryggi sem fólk lagði áherslu á og það lagði áherslu á fjölskyldu, vinátt og virðingu. Og ábyrgð tilfinningu, heiðarleika og jákvætt viðhorf. Það voru svona þessi persónulegu gildi sem að þarna koma fram. Sem fólk vildi fólk hafa þetta. Skynja fólk sjálf sig. Já, þetta eru við, þetta eru okkar áherslur. Já, og þá raðast punktarnir svona á þennan kvarða sem að... Já. Og þá er það gjarnan, síðan svona er að beðið að meta hvernig það upplifir samfélagið með tilliti til svona þeirra áherslan sem er ríkjandi
og þar eru fyrsta lagi sko bláir og hvítir punktar, annars vegar það jákvæð sem eru blá og neikvæð að takmarkandi svona áherslur sem eru þessir hvítu. Já. Og við komum að því kannski á eftir að í þessum neikvæðu takmarkandi áherslum að þar mæld raunverulega svona innri óreiða, það segja svo orka sem fer í alls konar svona innri núning og ágreining. En þetta svarendur á Íslandi telja þetta vera ríkjandi gildi. Já, þetta allt meira að minna á svona einstaklingshyggju sviðinu, eða svona já, sín. Já, það allt þannig að það miðast við þessi efstu, þessi helstu orð sem nefndir miðast við svona manns eiginþarfir. Já. Og þá það hlutir eins og sem sagt fjárhagslega tengsla og svona hvernig. En við erum að tala einstaklingshyggju og efnishyggju. Já. Miklar áherslu, mikil einstaklingshyggja, mikil efnishyggja. Já, það sem kom fram í þessu var að það var sem sagt að svona efnishyggja var talin svona sem takmarkandi gildi. Já. Og áherslu á skammtímamarkmið, óörugg framtíð, spilling, efnislega sem eru svona þessi takmarkandi áherslur sem að fólk upplifir. Mismunum kynja, gagnkvæmar ásakanir, það í svona tengsla hlutanum. Já. Og tækifæri til menntunar, svona yfirstétta tilhneiging og sóun auðlinda, það í þessum þriðja hluta sem að. Við erum komin á villsa mynd, við ætlum að fá hérna myndina af, við vorum með ríkjandi gildi og þetta þetta það sem æsk. Þetta það sem fólk vill. Þetta það sem fólk vill sjá. En við getum séð munina á því sem fólk vill og því sem fólk upplifir. Já. Og það umlega það ósamræmi sem að kannski að hafa áhrif á árangur til lengri tíma. Að það fer svo mikil orka í þetta ósamræmi, það fer svo mikil orka í alls konar umræðin svo sem við vorum að hlusta hér áðan og alls konar hluti sem að eiginlega nýtist ekki til annarra hluta, svo orka. Já, ef maður fá hérna, bera þetta saman við önnur land. Þetta Bútan. Já, Bútan var sett fram svona sem kannski sumpart til gamans, sumpart líka til að sýna það að það hægt að ná jákvæðri niðurstöðu. Þú sér prósentutöluna þarna sem að mæling á svona þessari innri óreiðu, það þessu orkutapi sem að fer í þessi innri mál og núning. Já. Og þarna samfélag sem hefur verið að vinna í því, þó það sé fátækt og frumstætt samfélag, þá hefur verið að vinna í þessum málum markvisst. Já. Og þarna eru hlutir sem að líta töluvert öðruvísi út heldur hjá okkur. En þarna þessi samfélagslegu gildi mjög í hávegum höfð. Já, það þess svona innra samræmi og þroski og þróun sem kannski hluta til gæti verið vegna þess að það ríkjandi trú Búddatrú, ég skal ekki segja það, en það mikil áhersla lögð á það. Já, þetta svona eiginlega alveg andhverfa með okkur, sko. Þarna Danmörk, hún dálítið öðruvísi sem við líka, sko. Já, þarna eru meiri áherslur á þessi svona þróunar hlutan, það þessi hringinn. Og þar líka þessi innri óreiða sem við köllum, hún lægri hjá okkur, hún 21%, sem þýðir að það svona, það skárra en þó eitthvað sem hægt að vinna með. En meira samræmi þar einhvern veginn. Já. En svo síðan hjá okkur sem sagt, við erum að eyða sem sagt miklu í þessi svona þessar neikvæðu áherslur. Já. Og það mjög hátt, 54%, það þarf að huga að því að það getur vel leitt til þess að við lendum í svona fórnarlambsgír og umræðan hún snýst raunverulega það að finna einhvern sameiginlegan óvinn, einhver sem á að hjálpa okkur út úr öllu. Þannig að það sem sagt, getur orðið skeinuhætt í því að ná sér upp úr þessari hólum. Og þannig Lettland, við erum á mjög svipuðu reki og svona nýfrjálst land í Austrinu. Já, þessu leyti, þó að þau atriði sem að þar eru nefndi eru annars eðlisheldur en hér hjá okkur, meira svona misrétti, glæpi og ofbeldi og þess áttar hluti sem að þar eru þessi ríkjandi áherslur, en hjá okkur það önnur atriði sem svona efnishyggja og spilling. En við segjum, til dæmis, þetta aðferð sem við notað á fyrirtæki og þannig verið að beita inn á þjóðir, ef að fyrirtæki væri svona ástætt fyrir fyrirtæki, ef hugarfærið væri svona innan fyrirtækis, þá væri það kannski ekki upp á marga fiska.
Já, nei, það væri ekki, ef að menn liti þannig á máli, þá væri það ekki það. Nei. En hins vegar þá getur maður litið hins vegar að í þessu félagsnáttúrulega gríðarlega mikil tækifæri, vegna þess að þarna þjóðin á mjög mikið inni. Það er ekki spurning miðað við þetta, að það er mjög mikið sem það er að virkja þarna afl sem að fer í dag til allt annara hluta heldur en að vinna okkur gagn og það er auðvitað máli snýst það að þetta liggur ekki hjá einhverjum tilteknum aðilum, þetta liggur ekki hjá ríkisstjórn eða ráðherrum, þetta liggur hjá okkur öllum, þetta er miklu víðtækara mál en svo. Að menn verða að taka sér tæki hvar sem er. Gildismat okkar er frekar neikvætt. Gildismat og svona hvernig við erum að upplifa þessar áherslur og við erum náttúrulega að kenna öðrum við erum ekki að kenna sjálfum okkur gjarnan. Það er neikvætt og það er svona takmark svona mótast af ótta, það mótast af sem er eðlilegt miðað við bæði þær breytingar sem áttist og bara núverandi ástand. Og það þarf að vinna á því. Bjarni. Til þess að ná meira árangri. Já, þakka þér kærlega fyrir að koma hérna. Það má sjá þetta nánar held ég á Kappasandur ekki rétt. Já. Við ætlum að tala hér við Íslending sem hefur unnið hjá fjárfestingarbönkum í útlöndum í 3 heimsálfum held ég bara.